og næst komið að skýrslu bæjarstjóra. Það bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir sem tekur til máls. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Þetta skýrsla mín frá 20.11. til 3.12. 20. nóvember þá var dagur barnsins og af því tilefni afhentu 3 fulltrúar ungmennaráðs 2000 athugasemdir frá grunnskólabörnum á Akureyri þar sem þau tjáðu sig hvað þau vilja sjá í sínu nærumhverfi og einnig hvað þau vilja til handa öllum börnum í heiminum. Sama dag átti ég fund með Eyjólfi Guðmundssyni, rektor Háskólans á Akureyri og Gunnari Má Gunnarssyni hjá Rannsóknarþingi Norðursins og miðstöð alþjóðasamskipta hjá háskólanum þar sem umræðefnið voru norðurslóðamál og meðal annars hinn svokallaða U-Arctic ráðstefna sem verður haldin haustið 2020. 20. nóvember samtöl við Grímseyinga þeirra sína framtíðina héldu áfram í vikunni þar sem ég ásamt Höllu Björk og Gunnari Gíslasyni ræddum við íbúa. Nú 20. nóvember var kynning í Brekkuskóla á fjárhagsáætlun næsta árs. 21. nóvember átti ég fund með Unu Steinsdóttur, framkvæmdastjóra viðskiptabanka sviðs hjá Íslandsbanka og Jóni Birgi Guðmundssyni, útibússtjóra Íslandsbanka Akureyri. 22. nóvember áttu ég og Hilda Jana Gísladóttir símafund með Hermanni Sæmundssyni, skrifstofustjóra í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, þar sem við ræddum byggðaáætlun. Og þann sama dag satt ég í panel á málþingi Hafsins öndvegissetur sem vistvænar lausnir í haftengdri starfsemi sem fór fram í Háskólanum á Akureyri. Og síðdegis þann dag tók ég á móti Janni Jóesar Rúsalú, sendiherra Íslands. Og 23. nóvember þá kveiktu við á jólatrénu og þar flutti ég ávarp ásamt sendiherra Dana á Íslandi. Kvöldið þá þáði ég boð Hvítasunnu-kirkjunnar á svokallað Kótilettukvöld þar sem safnað var fyrir Bjarmahlíð miðstöð fyrir þolendur ofbeldis. 25. nóvember þá héldum við Gunnar Gíslason og Halla Björk áfram að fjalla málefni Grímseyjar en þá með Aðalsteini Þorsteinssyni og öðrum starfsmönnum Byggðastofnunar á Sauðárkróki málefni Grímseyjar. Og 27. nóvember þá áttum við fund með fulltrúum Vegagerðarinnar afhendingu Borgarbrautar og Hlíðarbrautar til sveitarfélagsins. Og þann sama dag þá áttum við afar góða heimsókn að Borgum þar sem bæjarfulltrúar fengu kynningu starfsemi stofnanna sem fást við norðurslóðamál. Að heimsóknum loknum var rætt Akureyri sem miðstöð norðurslóðamála á Íslandi. Síðdegis sama dag þá undirrituðum við samning bankaþjónustu sem sagt Akureyrarbær og Íslandsbanki og það var gert í kjölfar útboðs á bankaþjónustu þar sem Íslandsbanki bauð lægst í þá þjónustu. 28. nóvember þá sátt ég árlegan samstarfsfund sveitarfélaganna og lögreglustjóraembættisins á Norðurlandi eystra. Þar kom meðal annars fram mikil ánægja með löggæslumyndavélarnar sem Akureyrarbær og Neyðarlínan og lögreglan áttu samvinnu og Akureyrarbær kostaði að mestu leyti og var mjög áhugavert að eiga þann fund og heyra í lögreglunni nytsemi þeirra. Þann sama dag þá hlýddi ég á Dr. Gunnar Rekvík sem hefur verið ráðinn í stöðu Nansen-prófessors sem gestaprófessorsstaða í heimskautafræðum við Háskólann á Akureyri. Átti síðan samtal við aðalið Ingu Þorsteinsdóttur og Friðrik Jónsson sem eru hluti af sérfræðingateymi Íslands í tengslu við formennsku Íslands í Norðurskautsráðinu. 2. desember heimsótti ég Bugðusíðu og skrifaði undir viðauka við samning við félag eldri borgara og í morgun satt ég fund vegna samnings ráðgjafarþjónustu og félagsþjónustu og skólaþjónustu og málaflokk fatlaðra og almennt samstarf á þjónustusvæðinu hér við Eyjafjörð. Fundinn sátu einnig sveitarstjórar hinna sveitarfélaganna hér í Eyjafirði og Guðrún Sigurðardóttir, sviðsstjóri fjölskyldusviðs og Karolína Gunnarsdóttir og Karl Frímannsson, sviðsstjóri fræðslusviðs. Og sömuleiðis þá ávarpaði ég starfsfólk búsetusviðs sem var með sinn árlega starfsdag í dag og ég held að það sé nú bara komið. Þakka fyrir mig. Það var bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og eftirtaldar fundargerðir
eru lagðar fram til kynningar. Það er afgreiðslufundur byggingafulltrúa 21. og 28. nóvember, bæjarráð 21. og 28. nóvember, frístundaráð 20. nóvember, fræðsluráð 18. nóvember, kjarasamninganefnd 14. nóvember, skipulagsráð 27. nóvember, stjórn Akureyrarstofu 21. nóvember, umhverfis- og mannvirkjaráð 15. nóvember, velferðarráð 20. nóvember og þessa fundagerð er hægt að nálgast á vefsíðu bæjarins og þá segi ég fundi slitið klukkan 18:22.